Nú ætlum við aðeins að kíkja á eðlismassa. Reiknaðu eðlismassan. Eðlismassi er reiknaður út frá formúlunni massi deilt með rúmmáli. Og hérna sjáum við að við erum með massan, hann er 3 grömm, rúmmálið er 15. Þannig að þá gerum við bara 3 deilt með 15. Út úr þessu fáum við 0,2 grömm á rúmsentimetr. Það þýðir að hvert gramm af viðkomandi efni hver rúmsentimetr er 0,2 grömm. Reiknaðu massan. Eins og allar formúlur þá getum við umreiknað formúluna, og ef ég á að fara að reikna massan þá þarf ég í raun bara að margfalda, nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég þá margfaldi ég með rúmmálinu báðum megin, þá styttist það út hérna. Þá er eftir massi er jafnt og eðlismassinn sinnum rúmmálið, og þá ger ég bara 4 sinnum 24 og út úr því fæ ég 96 grömm. Og ég veit þetta eru grömm vegna þess að það eru rúmsentimetrar á báðum stöðum hérna, en eðlismassin er grömm á rúmsentimetr. Þá hlýtur massin að vera í grömmum. Reikna rúmmálið. Þá er eiginlega auðveldast að umreikna þessa jöfnu. Þá ætla ég að breyta um lit. Þá deili ég bara með eðlismassanum báðum megin, og þá fæ ég rúmmál er, þetta styttist út, massin deilt með eðlismassanum, og massin er 36, eðlismassin er 12. Hér fæ ég út að þetta eru 3 rúmsentimetrar. Aftur, ég veit að þetta eru rúmsentimetrar, hér eru grömm og grömm, en rúmmálseiningin á móti grömmunum eru rúmsentimetrar, og þá eru þetta rúmsentimetrar hér. Lykilatriði til þess að geta leyst svona dæmi er að kunna að umskrifa. Þetta er í raun og veru bara grunnreglur í jöfnum. Ef þið eruð ekki nógu sterk í þessu þá þurfum við að kíkja á jöfnu myndband sem ég er búin að gera alveg ótal mörg. Bara spurning hvort það hentar ykkur að skoða 9. bekkjar myndböndin eða jafnvel 8. bekkjar, eftir hvað þið viljið fá nákvæmar útskýringar á þessu.